en þú nú oft lent í svona slögum. Þetta skemmtilegsta leikirnir. Þetta skemmtilegsta leikirnir. Já. Frábær skemmtun, mikill hraði, fullt af mistökum samt, var stress í mannskapnum. Ég held að þetta sé bara tvö hörku lið að mætast og hraðin þarf að vera mikill til þess að vinna og hraðan að fylgja mistök. Það oft bara, þú veist, hver gerir betur úr mistökunum, liðið sem að sér það. En þetta fylgir þessu. Þið eruð í eltingahlutverkinu lengst af, kannski byrjið ekki nógu vel? Já, við gerum okkur svolítið erfitt fyrir eins og í leiknum daginn á móti þeim, svolítið seinar í gang og erum kannski svolítið mikið að svetta okkur. En við verðum alltaf að laga þetta fyrir sunnudaginn, byrja bara strax og sýna okkar rétt andlit í staðinn fyrir að vera erfiða við að elta þér. Þegar þetta er komið eins og í þetta svona æsilega lokakafla, það er allir hægt að tala um að einhver reynsla hafi sigrað, það er náttúrulega gríðarlega reynsla í báðum þessu liðum. Það er náttúrulega bara eins og segir, gríðarlega reynsla í báðum liðum og frábæri leikmenn, hvort heldur í Fram eða Gróttu og það er bara baráttu viljinn og viljinn til þess að vinna sem tekur þess að leiki í úrslitakeppni. Það er bara sagt, maður hefur séð bæði úrslitakeppni í körfubolta og handbolta núna undanfarna daga að rosalega mikill munur á damen. Það er allt bara hugarfarið og við þurfum bara að ala það svolítið með okkur að fá hugarfarið upp í stöðuleika sem við erum búin að reyna að ná í allan vetur og vonandi höldum við svona áfram á sunnudaginn. Þú þekkir Stefán Árnason mjög vel. Hann þekkir mig. Og hann þig, hvað heldur hann eigi í pókahotinu? Hann á alltaf eitthvað í pókahotinu. Það er bara spurning að bregðast rétt við því. Já, til hamingju með þetta. Takk fyrir.